Við sögu koma Tino Tágranni, frægur tískuteiknari. Hann hannaði meðal annars hina sígildu pokalínu og konfektöskjulínuna handa kraftalegum konum, auk glæsilegu grillteinalínunar sem sló þó aldrei í gegn. Það gerði aftur á móti straubrettasniðið, þó aðeins meðal grannra viðskiptavina. Flata Felistía er aðal sýningastúlka Tinos. Á kroppi hennar reynir hann allt og þakkar henni allt. Það gerir unnustu hennar aftur á móti ekki. Konráð Krótari er virtur, misheppnaður málari og grafíker. Gagnrýnendur segja verk hans líkjast saumasniðum eins og til dæmis þessi nektarmynd af Felisítu. Hedda harðsnúna notfærir sér línurnar við gruggug en vel borguð viðskipti. Hún stundar tískunjósnir og er á samningi hjá fataiðnaðinum. Max Makkari hefur unnið sig upp úr búðarholu í sölu á makkaranærfatnaði og í stórverslun með dömufatnað. Aðal persóna glæpasögu okkar úr tískuheiminum er auðvitað Nick Natterton. Hann er mikill umhverfisverndarsinni og hlustar á eftirlætis rocktónlist sína í heyrnartólum við opinn glugga. Þetta er sjónrænn símhringjari. Þegar Nick heyrir ekki hringinguna, sér hann hana. Auðvitað neyðarkall. Nick hlustar með stakri ró. Tino Tágranni grátbiður hann að koma strax. Nokkuð hræðilegt hefur átt sér stað. Meira vill hann ekki segja. Nick getur ekki neitað vonans. Hann fullvissar sig að enginn sé við dyrnar. Né í stigaganginum eða upp á þaki. Allt virðist með felldu, sem er óvanalegt nú á dögum. Skotheldar dyr eru í tísku. Sekúndubróti síðar er Nick á leið til Tinos. Hedda líka en úr annarri átt. Nick er grunnlaus það. Tískuhús Tinos er vel staðsett í rólegu hverfi. Sjálfur er hann allt annað en rólegur þar sem hann býður Nicks í ofvæni. Þarna kemur hann og finnur þá fyrir þrýstingi milli herðarblaðana. Formaminni hans lætur ekki á sér standa. Þetta er barmur á gamalli vinkonu, Heddu Há. Nick er ekki jafn hrifinn af skensi Heddu og hún sjálf. Tino þerrar burt tárin og gleðst yfir komu Nicks. Hann er ekki jafn glaður að sjá Heddu og vísar henni á braut. Hún veifar blaðamannapassanum og Tino kann vel að meta athygli almennings. Heddu er boðið inn. Fyrir lítilli stundu lá sniðið af nýju mittislínunni hér. Nú er það horfið. Verði nýja mittislínan gerð opinber nú er Tino búinn að vera. Hann á pröfu af línunni í öryggishólfi. Varla er hægt að hugsa sér betri felustað. Nú æsast leikar. Af hverju hneppir Hedda frá sér blúsunni? Tino klæðir Nick í kjólinn eins og hann væri að troða mör í vömb. Hedda ætlar sér að komast að leyndarmálinu. Nick kemur auga á glampa í hægri auglinsu Tinos og kemur auga á myndavélina. Hedda er snör í snúningum. Nick púar nokkrum strókum úr pípunni og myrkvar linsuna. Heddu til sárrar gremju. Tino aðstoðar Nick að klæðast, sem ætlar þegar að komast að leyndardómi linsunar. Með sínu fræga röntgenaugnaráði sér Nick í gegnum Heddu. Örmyndavél er falin undir blússunni. Þetta snertir Heddu illa. Kunnugleg snerting. Ekki er að villast, nærvönu hennar er ekki óskað. Út! Arnaraugu Nicks kom í veg fyrir njósnir. Nick er lítt hrifinn af þakklæti Tinos. Sú brottrekna er öskureið. Hvað sér hún þá? Konráð sem hefur greinilega komist yfir sniðið. Hedda galar. Konráð! En hann hverfur á svipstundu. Hedda stendur eftir ein og heyrir bifhjól fjarlægjast.
Tino játar fyrir Nick að hann hafi aðalsýningarstúlku sína undir lás og slá í húsinu. Hann er tilneyddur því að hún er svo eina sem veit hvernig mittislínan lítur út. Felicita fleygir sér í rúmi þegar hún heyrir hljóð við dyrnar. Nick uppgötar þegar sönnunargögn sem vega þungt. Það er stálkrókur. Hann húðskammar Felicitu sem blóðroðnar. Hún hefur látið vitorðsmann sinn síga inn í Karli og fengið honum sniðið. Felicita dauðskammast sín fyrir að hafa verið staðin að verki. Og nú léttur hún af sótsvartri samvisku sinni. Þegar tækifæri gafst fyrr kvöldið hrifsaði hún til sín sniðið og stakk því á Konráð vin sinn. Hann ætlar að selja það fyrir morðfjár svo að þau geti stofnað þægilegt heimili. Nick hefur símaskrána alla í höfðinu eins og fleira. Hann finnur brátt heimilisfang Konráðs. Nick velur stystu leið til að hindra sölu á sniðinu. Meðan á þessu stendur bíður makkarinn taugaóstyrkur eftir að heyra hvort Heddu hafi tekist að komast yfir sniðið. Loks hringir síminn. En þá er það bara Konráð sem bíður Max sniðið af nýju mittislínunni til kaups. En Max kýs að bíða eftir Heddu. Hann segir Konráð að koma að stundu liðinni. Nick fer hjá án þess að taka eftir Konráði. Í þessu gamla húsi upp á 8. hæð er íbúð Konráðs. Nick grunar ekki að þessi nagli á eftir að gegna mikilvægu hlutverki í lífi hans. Nick stekkur upp stigana á mettíma, 32,36 sekúndum. Konráð er ekki heima, eða læst hann bara ekki vera það. Hedda er einnig að bíða eftir Konráð. Hún undirbýr sig af kostgefni. Nick undrast að hitta Heddu aftur og hann undrast enn meira þegar hún segist hafa elskað hann í laumi og hjarta hennar sé hans. Hún þrýstir honum að barmi sér, heldur niður sér andanum og úðar klóróformi úr plastflösku. Hedda hverfur sjónum Nicks. Hann lyppast niður. Tískunjósnarinn sem svífst einskins reynir nú að afklæða fórnarlambið til þess að sjá hina leyndardómsfullu mittislínu. Meistara spæjara brækurnar sína óvæntan mótþróa og Nick fellur. Axlaböndin af fyrra stríðsgæðum verða Nick til bjargar. Járnhausinn á Nick hittir Heddu beint á kjamman. Hún steinliggur. Þá kemur Konráð heim. Hann grunar ekkert og heldur upp á 8. hæð. Nick er ávallt viðbúinn. Hann reynir að lífga Heddu við. Hann ályktar. Alltaf má finna eitthvað við barm Heddu. Þá heyrir hann þruskað baki sér. Konráð. Opnaðu! Þrumar Nick. Konráð titrar af hræðslu. Hvar skal fela sniðið? Nick kemur inn með hurðina í fanginu og hvað sér hann? Konráð ætlar að stinga af. Þá raknar Hedda úr rotinu. Dragsúr feykir sniðinu til hennar, eða það sýnist henni. Nick ætlar að hrista sniðið af Konráði en Konráð segir trekkin hafa feykt út úr herberginu. Fokna sniðið er horfið og Hedda líka. Nick þýtur að glugganum. Niðri á strætinu fer hún inn í bíl. Nick grípur málningafötu og kastar henni svo nákvæmlega að hún hangir föst á bílstöðaranum. Síðan skýtur henni skyndi gat á fötuna til að rekja mig í slóðina. Og hann hefst þegar handa við eftirförina. Aftur kemur handriðarennirinn sér vel. Þetta einfalda tól er alltaf við hendina. Nick missir móðinn þegar hann sér að Hedda hefur hleypt af öllu loftinu. Hún er á leiðinni til makkaraversmiðunar þar sem sjeffinn bíður og nýr saman höndunum. Hvert halda Tino og Felicita? Við fáum brátt að sjá það. Nick er meistari bílaklúbsins í dekkjaskiptum, samt fer dýrmætur tími til spillis. Hedda notar hann til að selja Max makkara sniðið. En fagmaðurinn Max sér að þetta er alls ekki snið, heldur ómerkileg grafíkmynd frá Konráði.
Og hver stendur í dyrunum? Konráð með rétta sniðið. Nick fylgist með málningarslóðinni á sjónvarpsskjá sem tengdur er myndavél á vatnshananum. Sletturnar verða sífellt minni og hverfa alveg framan við verksmiðju makkarans. Þarna er bíll Heddu og bifhjól Konráðs. Uppi á skrifstofu skrifar Max undir svimháa ávísun handa Konráði. Þá heyra þau sagt við dyrnar. Upp með hendur! Nick heimtar sniðið til að færa Tino að aftur. Hvað þá? Hver kemur þar? Tino með Felicítu. Af hverju brosir Max allt í einu og Tino líka? Þeir tóku skraddarapróf saman fyrir 25 árum og hafa ekki sést síðan. En hrærandi endurfundir. Nick er forviða, sem hann er. Konráð og Felicíta geta nú stofnað fyrirmyndarheimili og Tino skrifar undir samning en tryggir Max réttin á hinni nýstárlegu mittislínu. Með sínum línum faðmar Hedda fatakonginn sem virðist því allt annað en mótfallin. Eftir þessi farsælu endalók hverfur mittislínan inn í öryggishólf og hvernig hún er, það fáum við ekki að vita fyrr en hún kemst í tísku.